parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 10. maí. Þetta sögulegu dagur hjá okkur Íslendingum, því dagur 84 ár liðin frá því að Bretar hertóku landið í hildarleiknum mikla sem nefndur hefur verið heimsstyrjöldin síðari. Það er víða sem að stormarnir geisa í dag og það er reyndar allt við suðumark í borgarstjórn Reykjavíkur í kjölfar þáttar sem að María Sigrún Hilmarsdóttir birti á RÚV á mánudaginn. Það átti að vera kveiksþáttur en fyrir einhverja óskiljanlega atburðarás breyttist það í kastljósþátt og það er annað mál. En þar upplýsir hún það hvernig borgarstjórinn í Reykjavík fór fyrir borginni og afhenti olíufélögunum stóru mjög verðmætar byggingalóðir vítt og breitt borgarlandið. Þetta eru lóðir þar sem að bensínstöðvar standa í dag en í mörgum tilvikum voru lóðarlegu samningar félagana útrunnir. Þar að segja, félögin áttu ekkert tilkall til þessara lóða umfram aðra, borgarbúa eða aðra. En það var þó gert og þarna er talið að milljarðaverðmæti hafi verið afhent þessum félögum án endurgjalds. Borgarstjórinn í Reykjavík hefur brugðist ókvæða við en málið hefur núna loksins verið sent til innri endurskoðunar borgarinnar eftir að hafa legið hjá borginni í 3 ár án þess að fá slíka afgreiðslu. Þetta mál er auðvitað ekki síst áhugavert í ljósi þess að borgarsjóður stendur mjög höllum fæti og það munar hverja krónu í þessu árferði. Þetta er mál sem við ætlum að ræða betur hér í fréttum vikunar á eftir. En það er víðar sem að eldarnir brenna. Seðlabankinn ákvað fyrir vikunni núna á miðvikudaginn raunar að halda stýrivöxtum sínum óbreyttum sinn, eða þar segja nánast fram á haustið komandi og ætlar að hafa þá 9,25%. Það finnst mönnum eðlilega mjög hátt, meðal annars Vilhjálmi Birgissyni formanni Starfsgreinasambandsins sem að brást ókvæða við þessum tíðindum. Seðlabankinn segir hins vegar að það sé margt í hagkerfinu sem að enn þarfnist skoðunar og athugunar við, það þurfa að kæla hagkerfið meira til þess að ná verðbólgunni niður. Og Seðlabankinn er reyndar í kappi við tímann. Hann verður að ná verðbólgunni niður fyrir 4,75% fyrir september á næsta ári. Ef hann gerir það ekki, þá losna stóru kjarasamningarnir sem tiltölulega nýlega voru samþykktir í karphúsinu. Þetta er gríðarlegt hagsmunamál fyrir þjóðina, fjölskyldurnar í landinu og það er vonandi að þeir sem að mestu geta ráðið það hvernig verðbólgu þróunin verður á komandi mánuðum taki það til sín. Það eru auðvitað fyrirtækin í landinu sem að mega ekki hækka vöruverð umfram það sem nauðsyn krefur og svo verður ríkissjóður að taka sig saman í andlitinu, það er að segja ríkisstjórnin og reyna að draga úr þeim gríðarlegu ríkisútgjöldum sem að við horfum upp á. Það er í raun ótrúlegt að sjá útgjaldavöxtinn á síðustu árum. Hann hefur farið úr tæpum 900 milljörðum árið 2019 í tæpa 1500 milljarða á næsta ári. Við sjáum það samkvæmt áætlunum núna að ríkissjóður verður rekinn með tapi að minnstakosti til ársins 2028. Þetta er að sjálfsögðu óásættanlegt. En það eru jákvæð tíðindi inn á milli verður að segjast því að núna er gosinu lokið á Sundhnúkagígaröðinni sem að svo er nefnd. Það eru góð tíðindi auðvitað því að það er ekki gott að hafa virt eldfjall á Reykjanesinu. Vondu tíðindin eru hins vegar þau að leið og gosinu lauk að þá jókst jarðskjálftavirkni á svæðinu og sérfræðingar telja líkur á því að eldgos geti hafist þar innan tíðar. Við munum að sjálfsögðu fylgjast með því máli hér á okkar vettvangi og mbl.is og á vettvangi Morgunblaðsins eins og við höfum gert hingað til og við munum kalla til okkar sérfræðingar til að fara yfir þessi mál á hverjum tíma. Í fréttum vikunar hér á eftir fæ ég frábæra gesti til mín, þau Sönnu Magdalenu Mörtudóttur sem er borgarfulltrúi sósíalista. Hún ætlar að ræða meðal annars málefni Dags B. Eggertssonar og borgarjarðana sem að afhentar voru. Og svo Frosti Logason, fjölmiðlamaður í broadcasti. Hann hefur sennilega skoðun á þessu máli eins og öðrum sem við munum taka fyrir hér innan tíðar. Að loknu spjalli fréttir vikunar fæ ég svo til mig Jón Gnarr, forsetaframbjóðanda. Hann er í mikilli vörn, samkvæmt könnunum, en hyggst núna sækja fram og ég ætla að rekja úr honum garnirnar með það hvernig hann hyggst snúa blaðinu við. Fylgist þið með.
Herragarðurinn klæðir þig vel. Við kynnum spennandi útgáfu af Sirius rjómasúkkulaði með hnetum, rúsínum og karamellumöndlum aðeins í takmörkuðu magni. Sirius, fyrir hið ljúfa líf. Tax-free-veisla húsgagnhallarinnar aðeins út mánudaginn og nú einnig 25–50% afsláttur af völdum vörum. Húsgagnhöllin. Hjá Columbus ævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Columbus ævintýraferðir. Jæja, þau eru hingað komin til mín. Góði gestir, Frosti Logason, broadcastmaðurinn, leyfi mér að kalla fjölmiðlamaður og Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi sósíalista sem hefur látið mjög að sig kveða á síðustu misserum á vettvangi hennar. Komið sæl. Sæl og blessaður. Mér langar nú eiginlega til þess að hefja talið á málefnum borgarstjórnar mitt í forsetaslagnum og miklu gjörningaveðri í landsmálunum að þá allt við suðumark í borgarstjórn, ekki hægt að fullyrða það? Mitt í kjölfar þessara samninga, ef það hægt að kalla það samningar sem voru gerðir við lóðarhafa, bensínstöðva lóða, að þá niðurstaðan sú að olíufélögin að fara að hagnast gríðarlega á uppbyggingu á þessum lóðum. Og þetta á sér einhvern aðdraganda, það sagt samþykkt þessi svona markmið og sýn að fækka bensínstöðum á borgarlandinu. Og svo eru sett fram samningsmarkmið og samningar og svona punktar í rauninni hvernig eigi að ganga til samninga við þessa lóðarhafa. En niðurstaðan verði síðan sú að þessi olíufélög eru að fara að hagnast milljarða á þessu. Og þau greiða ekkert afgjald fyrir þessar lóðir? Greiða ekki byggingaréttargjald en það eru þarna gatnagerðargjöld en svo eru rauninni verið að falla frá öðrum svona gjöldum sem eiga við þegar uppbygging á sér stað innan borgarinnar. Svona innviðagjöld og annað í þeim dúr. Einmitt. Það hefur verið fjallað þetta mál áður. Ég hef skoðað þessi gögn kannski fyrir 2–3 árum síðan. Við fjöllum þetta í lok síðasta árs á Mogganum en svo verður allt vitlaust í tengslu við þennan þátt sem að María Sigrún Hilmarsdóttir setti í loftið hjá RÚV. Hefur þú einhverja skýringar á því af hverju þetta fer á þennan yfirsnúning í tengslu við það? Nei, ég í rauninni veit ekki hvað á sér stað. Þetta átti náttúrulega að vera kveiksþáttur og endar síðan sem kastljósþáttur og að mínu mati þá var þetta mjög faglega unnið þarna. Þannig ég veit ekki í rauninni hvaða skýringa eru á bak við það. Þetta hafi ekki verið sýnt sem kveiksþáttur. Nei. Frosti, þú ert nú gamalreyndur í fjölmiðlum, ýmiss konar. Hvernig blasir þetta við þér, þessi átök innan ríkisútvarpsins? Já, þetta eru klálega svona dæmigerð Streisand áhrif, bara Streisand áhrifin þegar á að reyna að þakka eitthvað í hel og það verður að enn stærri bolta fyrir vikið. Mér finnst það einmitt áhugaverðasti punkturinn í þessu. Það hvernig Kveikur meðhöndlar þetta mál og Maríu Sigrúnu vikið úr Kveik þegar hún ekki nægilega öflugur rannsóknarblaðamaður. Það nú ekki mjög langt síðan að forkólfar á RÚV voru að lýsa því yfir að Edda Falag væri öflugasti rannsóknarblaðamaður landsins. Þannig að dómgreindin þarna virðist vera eitthvað verulega svona, þetta vafasamt hvernig fréttamat og þessi dómgreind birtist okkur. Misfæri með þetta hugtak rannsóknarblaðamaður? Já, heldur betur. Þar eru náttúrulega, það sem var vísað í þá að þar var öll þjóðin blekkt á sínum tíma til þess að trúa einhverjum júrnalisma, einhverju blaðamennsku sem voru þetta bara hlaðvarsviðtöl sem sýndu bara aðra hlið á málum og RÚV fór oft fremst í flokki með að magna það upp og varpa því út. Þetta var náttúrulega bara allsherjar hryðjuverk á svona gæðastimpli blaðamennskunar. Þetta ekki fylgt neinum siðareglum blaðamennskunar og þetta skapar þetta vantraust sem í auknum mæli gagnvart fjölmiðlum með því að okkur gert að trúa því að eitthvað sé blaðamennska þegar það í raun og veru ekki. En var verið að þakka niður málið á RÚV? Er það alveg augljóst? Já, það lítur allt út, menn ég hef ekki séð neinar skýringar á, einhverja haldbærar skýringar á hvers vegna þessi þáttur var ekki nógu góður fyrir Kveik en var það nokkrum dögum síðar fyrir Kastljós. Og fréttaskýringin virðist vera mjög faglega unnin
ég skil vel að stuðningsmenn borgarmeirihlutans upp á RÚV hafi ekki viljað að þetta færi í loftið en það er engar svona málefnalegar skýringar á hversu þessu verið úthýst úr kveik. Þú er náttúrulega að skoða þetta mál. Þú fyrst að skoða þessa samninga á sínum tíma. Þá nú reyndar inn í einhverju myrkra herbergi þess að þið máttu ekki vera með farsíma og ekki var hægt að skrifa neitt niður. Er eitthvað í þessari umfjöllun Maríu Sigrúnar sem að ekki stenst skoðun? Af því að núna hefur maður séð hverja færslun á fætur annarri frá fyrrum borgarstjóra, þar sem hann reynir að draga úr trúverðugleika fréttamannsins og annað í þeim dúr. Eru skekkjur í þessu? Nei, ég get ekki séð það og eins og María Sigrún hefur birt bara mjög ítarlega á Facebook síðu sinni, þá hefur hún farið yfir þetta svona lið fyrir lið og svarað því sem að borgarstjóri leggur áherslu á. Mér finnst þetta einmitt sko, þú veist, þetta er fyrst lagt fram í borgarráði í maí 2019 og það hefur svona verið talað um að allir fulltrúar hafi samþykkt þetta, en rétt að taka fram að það er ekki allir fulltrúar í borgarráði sem eru með atkvæðarétt, sumir eru einungis áheyrnarfulltrúar og fá þess vegna ekki að kjósa mál en geta tjáð sig vissulega og geta sett fram sína sýn og afstöðu vissulega á hlutina, til dæmis í formi bókana sem svona lýsir afstöðu til mála, en það voru þarna nokkrir fulltrúar, þar á meðal ég sem var ekki sem sagt með atkvæðarétt, var áheyrnarfulltrúi, þannig það þýðir að þú mátt tjá þig, leggja fram tillögur, fyrirspurnir, en þú getur ekki kosið hlutina. Varaðu þú við þessu þar? Sko, í rauninni förum við yfir þetta og erum öll sko sammála þeim samningsmarkmiðum eða þú veist þeirri sýn að fækka bensínstöðum í borgarlandi. En ég held að engum hefði getað órað fyrir rauninni að niðurstaðan yrði sú að olíufélögin myndi hagnast milljarða eftir þessa samninga. Talaði að ganga svona til samninga, maður eitthvað svona já, allt í lagi, þú veist, hefja viðræður og væntanlega í viðræðum þá þarf einhver að gefa eftir og þú veist, þú færð ekki allt sem þú vilt á einu bretti, en mann svona líður eins og niðurstaðan sé svo að það séu þarna stórfyrirtæki sem eru að hagnast á gæðum sem að eru ekki þeirra, sem eru gæði almennings og að þeim sé í rauninni bara rétt þessi svona gríðaleg, hvað segir maður, tækifæri til þess að hagnast á húsnæðisuppbyggingu, selja byggingaréttin áfram og mér finnst það að vera kjarni málsins í þessu. Mér finnst alls ekki skýrt í þessum samningsmarkmiðum að þetta yrði niðurstaðan. Það er augljóst að þessi pólitík meirihlutans að vilja útrýma eða fækka bensínstöðum eins og bílastæðum og bara einkabílnum í Reykjavík er sko hvatinn að þessu, gott og vel, það er þeirra pólitík en það verið sko allir samningsstöðu hafa verið hent út með baðvatninu bara í þeirri viðleitni að við viljum losna við þetta sem fyrst og við gefum ykkur þetta bara færum ykkur á silfurplatta og hagsmunir borgarbúa hafa þeir að engu. Sem eru þetta mjög illa haldið á spilunum fyrir hönd borgarbúa þessum borgarstjórnar meirihluta í þessu máli. En nú er þetta komið til innri endurskoðanda borgarinnar. Það búið að reyna að koma því þangað reyndar í held ég 3 ár, en núna allt í einu fælst Einar Þorsteinsson og meirihlutin á það. Er innri endurskoðandi, er það réttur vettvangur til að taka á svona stofnun innan borgarinnar sem að þáverandi borgarstjóri hefur komið nálægt og þekkir mjög vel til allra sem þar starfa. Hefði ekki verið betra að fá einhvern óháðan aðila utanaðkomandi til að fara yfir þetta? Mér finnst þetta gott fyrsta skref og við höfum séð gagnrýnar skýrslur frá innri endurskoðanda, við höfum séð alls konar svona úttektir sem að benda á ýmislegt sem að bara þarf að laga innan borgarinnar. Þannig ég bara býð spennt eftir að sjá hvað kemur út úr þessu og einmitt bara mikilvægt að halda til haga að þú veist þegar þessi samningar eru lagðir fram að þá bara ekki þú veist skýrt að þetta verið niðurstaðan, talaði að þurfi að að væri hægt að vinna nýju deiliskipulagi og ef það yrði þá næði fram að ganga þá einhvern veginn myndi þetta allt fara af stað, þannig að þegar við erum að ræða í rauninni þessi samningsmarkmið þá þetta liggja þessi deiliskipulagstillögur ekki fyrir í endanlegri mynd. Varðandi Ríkisútvarpið sjálft, þeir eru þögla sem gröfin, málið einhvern veginn konar borð skrifstofustjóra útvarpsins en ekki útvarpsstjóran sjálfs. Mun þetta hafa einhverja eftirmála eða afleiðingar fyrir þessa aðila sem að reyndu að koma í veg fyrir birtingu þessara mikilvægu upplýsinga? Ég get ekki séð það fyrir mér í fljótu bragði. Þetta hefur þar afleiðingar að þetta rýrir enn frekar traust almennings á RÚV og auðvitað ættu þá einhverjir að sæta ábyrgð fyrir það en það virðist ekki, við erum ekki að fá neinar tilhlýðilegar skýringar á þessu frumhlaupi, hvernig á þessu stóð og þessar glósur sem að hún fær frá yfirmanni sínum með kveik náttúrulega, það er ótrúlegt að
að feminísk öfl í þessu þjóðfélagi séu ekki að grípa til varnar fyrir Maríu Sigrúnu í þessu máli. Þetta er bara svona, þetta er lúalegt dæmi hvernig veistir að konu sem að sinna starfi sínu vel. Af hverju ætli það gerist ekki? Svona, af hverju ætli feministar sem oft bregðast ókvæða við þegar að hallar á konur með einhverjum hætti taka sig saman og rísa upp? Það heyrir ekki múkk í þeim hópi. Nú verði ég eitthvað, ég man ekki hver var að skrifa á samfélagsmiðlum, en svona var að vekja athygli á því að hún var kona í þessari stöðu og þyrfti að vera einhverja skýringar settar fram af hverju þetta hafi ekki verið birt upphaflega þar sem átti að birtast, sko. Og það er auðvitað eitthvað sem maður vill fá skýringar á og svona umfjöllun Það verður fróðlegt að fylgjast með framhaldinu í þessum efnum. Annað mál sem að skók samfélagið í vikunni, það er ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabanka sem að halda stýrivöxtunum óbreyttum í 9,25%. Seðlabankinn spáði að hagvöxtur verði mjög lítill hér á árunum, er að lækka spá sín úr 1,9% sem að þótti mjög lágt í 1,1%. Það er mikill herpingur í hagkerfinu. Hvernig, eða hvaða tilfinningu þið fyrir þessu? Ég er bara hættur á botni í þessu. Ég er bara að segja alveg svo ég hef nú séð einhverja sjóðstjóra vera að tala að þetta sé bara frábært fyrir almenning að fá meiri vexti á reikningana sína, en ég hef ekki verið var við það. Ég sé það með bólna sjóði sem er að vaxa í þessu ástandi þvert á móti og þetta hækkar allt verðlag í landinu og það er að leiðandi verðbólgu. Við erum að éta skottið á okkur sjálfum með þessu. Tekur undir það sem Sigurður Ingi segir að stýrivextirnir séu farnir að vinna gegn sjálfum sér? Já, mér finnst það alveg augljóst og það var margir fróðari menn en ég bent á það. Þannig að þess að segja ég er bara hættur á botni í þessu og mér fannst eins og aðstæður í þjóðfélaginu væru orðnað þannig að það nú væri kjörið að fara að lækka vextina því að áhrif stýrivaxta breytinga gæti ekki fyrir kannski löngu síðar og það þarf að vera svolítið með smá fyrirhyggju í þessu og þetta ég skil ekki þessa peningastefnu. Þú nú verið málsvari þeirra sem minnst hafa milli handana fólks á leigumarkaði inn í félagslega kerfinu. Þetta hlýtur að koma mjög illa við þann hópan allan. Þetta bitnar á almenningi og þau sem eru í verstu stöðinni er að greiða fyrir þetta og mér finnst mjög góð ályktun sem kom frá ASÍ, Alþýðusambandinu, sem er að taka fram þetta varðandi bara ójöfnuð og í rauninni að þetta vaxtastig í rauninni viðhaldi bara því að fjármagnseigendur eru að hagnast á þessu og það bitnar á þeim sem eru í verstu stöðinni, til dæmis á leigumarkaði sem eiga einhvern veginn að greiða fyrir stöðuna sem við erum komin í og þetta er ekki að fara að laga neitt. Þegar almenningur settir í þessu stöðu þá þurfum einhvern veginn að greiða fyrir eitthvað sem er alls ekki honum að kenna og tala um kjarasamningar sem hafa verið hóflegir og svona að það var svona voru væntingar það að það myndi einhvern veginn hafa áhrif á þessar ákvarðanir sem hafa verið teknar en við sjáum enga vaxtalækkun og þetta er aldrei svona skakt í því samhengi. En það væri þetta á samtíma mjög vont ef að Seðlabankinn grípi ekki til þeirra aðgerða sem þeir telja nauðsynlega til þess að draga úr verðbólgunni. En þetta er augljóslega ekki að virka. Þannig að það er alveg augljóst að það þarf að fara einhverja aðra leið því þessi leið er bara alls ekki að virka. Hefurðu hugmynd um það hvað þetta gera? Það þarf náttúrulega að skoða þau sem eru með breiðu bökin í samfélaginu, skoða hvernig skattlagningu er háttað gagnvart þeim hópum, skoða meira þau sem hafa tekjurnar. Heldur það dragi úr verðbólgunni að skattleggja fólk meira? Já, í rauninni bara að skoða allt þetta svona efnahagsumhverfi þannig að það sé ekki almenningur sem er látinn greiða fyrir þessa stöðu sem við erum í efnahagsumhverfinu. Eitt af því sem að þú mikið rætt og hefur fókus á eru félagsbústaðir. Það er rosalegt að sjá reikningarna á þeim. Nú eru menn hættir að geta fært upp virðismatið eins og ekkert sé og áhöld það hvort að þessi gríðarlega mikilvæga leigueining inn í félagslega kerfinu geti bara risið undir skuldbindingu sínum. Hvernig ætlið þið að taka á því? Sko það sem mér finnst mjög skakt í þessu er í rauninni þessi kraf fjárhagslega sjálfbærni sem að er í rauninni sett á leigjendur til þess að halda félaginu gangandi. Að í rauninni helstu tekjurnar sem koma inn til félagsbústaða eru leigutekjur sem þurfast þá að standa undir öllum þessum kostnaði, afgreiðslu, lána, viðhaldskostnaði og öllu því. Þannig að mér finnst alveg augljóst að þegar við erum að tala fátæka leigjendur innan Reykjavíkurborgar að þá þurfum við að endurskoða módelið þannig að það sé ekki fátækt fólk sem er að byggja uppbyggingu að greiða fyrir uppbyggingu félagslegs húsnæðiskerfis. Þannig að þú vilt fá meiri innspýtingu inn í félagsbústaði. Og það er jafnvel, finnst mér eðlilegt að skoða leiguverð því þetta er alls ekki eitthvað lágt leiguverð þó það sé lægra en á þessum almenna markaði. Ég hef heyrt ýmislegt frá leigjendum félagsbústaða
bara háan leigukostnað og sé jafnvel ekki vera að sinna viðhaldi eins og ætti að vera að gera. En nú borgarsjóður galtómur, gengur illa á skuldabréfamarkaði, allir yfirdrættir keyrðir í botn. Það ekki, menn hafa ekki borð fyrir báru til þess að bregðast við. Við sósíalistar höfum viljað skoða svona tekjuöflun og höfum í því samhengi bent á að þegar að fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði voru lækkaðir í kjölfar COVID árið 2021 að þá hefur borgin orðið af 0,5 milljarði ár hvert síðan þá, án þess að það hefur verið gert ráð fyrir því inn í fjárhagsáætlun, þannig að það er svona einn liður sem við höfum bent á í þessu samhengi. Þannig að þú hækka fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði? Hafa það eins og þau voru fyrir árið 2021, allavega að endurskoða hvernig við erum að fá inn tekjur frá fyrirtækjum í borginni og jafnvel hægt að skoða kannski eftir stærð fyrirtækjana. Rósi, þú ert Reykvíkingur, er það ekki? Jú. Já, hvernig horfir þetta við þér? Ég alveg stikkfrí því ég bý ekki í Reykjavík. Ég upplifði bara mikla efnahagsóstjórn í Reykjavík og ég sannaði nú betur inn í þessu með félagsbústaðan og það, en ég nú bara almennt hlynntur því að við reynum að stuðla að einhvers konar verðhjöðnun í landinu og hætta að hækka allt úr öllu valdi. Það er auðvitað það sem er að herða sultarólina hjá okkur öllum, það er bara endalaus gjöld og hækkanir á öllu. En ég þakka fyrir að ég sé ekki þeirri stöðu að þurfa að leysa þessi vandamál. Þetta er flókið úrlausnarefni. Þau eru ekki öfðusverði borgarstjórn? Nei, klálega ekki og sérstaklega miðað við stöðuna eins og hún er. Það er ótrúlegt hversu illa hefur verið haldið á fjármálum borgarinnar á undanförnum árum og áratugum. Og þetta er bara, mér tekst ekki að skilja hvernig það er ekki farið í frekari aðhaldsaðgerðir og skorið niður alls konar svona gæluverkefni og svona fyturendur sem eru óþarfari í kerfinu. Það er mér algjörlega óskiljanlegt. Við höldum áfram ár eftir ár og þetta bólnar allt út og með meiri kostnaði fyrir alla borgarbúa. Man hefði haldið að stærðarhagkvæmni borgarinnar ætti ekki að unni með henni. Algjörlega, það virkar ekki í þessu tilfelli. Nei. Þú skuldbinduðu til að hækka ekki áskriftin á broadcastinu, er það ekki þitt framlag til þess að vinna ekki að verðbólgunni? Jú, heldur betur. Ég er alveg harður á því, þá verður ekki hækkun neitt á næstunni fyrir að stýrivextinni fara niður. Þið verður haldið í sama horfinu. Já. Annað mál sem að kannski fellur dálítið í skuggan af þessum stórum málum miðað við það sem áður var, það eru goslokin á Reykjanesi. Nú er gígurinn Kulnaður sem er búinn að valda þessu miklu usla núna í svo mánuðum skiptir. Á sama tíma er bara farið að trommu fréttir að það bara stefnir rýmingu í Grindavík, annað gos á leiðinni. Hvernig horfir þetta við fólki almennt? Ég finn mikið til með Grindvíkingum og ég hef miklar áhyggjur af þessu, sérstaklega fyrir hönd atvinnulífsins í Grindavík og þeirra byggðar sem að þar hefur verið. Það eru flestir komnir einhver staðar í eitthvað tímabundið skjól en mér hefur fundist líka að vera ótrúlegt það er vísað til þess, ég er nú ekki svo gamanlega mun eftir því, en það er ekki sagt frá því að í Vestmannaeyjagosinu 73 að það hefði liðið 3 mánuðir frá að byrja að gjósa þangað til allir voru konum með lykil af viðlagarhúsum en eins og staðan er í dag þá er allt einhvern veginn á hvolfi í þessum málum og Grindvíkingarnir eru ekki með fast land undir fótum og svo er, eins og ég segi, rosalega erfitt til þess að hugsa að þessi bær sem er svona óbóðslegur máttarstólpi hefur verið í útgerð og öðrum greinum sem að hefa bara fært okkur óbóðslegar tekjur öllu þjóðarbúinu, að þetta skuli vera viðvarandi ástand sem að sér ekki fyrir endan. Þetta virðist engan enda að taka. Það er óbóðslega hver atburðurinn rekur annan. Gríðarlegt álag fyrir samfélagið þarna, eða íbúana sem eru núna bara búin að dreifast landi og það er einhvern veginn svona hugumanns hjá þeim, bara varðandi einhvern veginn afleiðingarnar sem þetta hefur, að koma það fyrir nýju sveitarfélagi, að vera ekki lengur innan kannski þitt fólk sem bjóst við hliðina og einmitt starfandi á sveitarstjórnarstiginu, þá hugsa maður svo mikið bara Reykjavíkurborg nær samfélagið, ef að Reykjavíkurborg væri bara ekki lengur einhvern veginn til í þeirri mynd sem hún hefur verið öll síðust ár og það væri nú skrítin veruleiki, þannig ég get ekki sett mig í spor þeirra sem eru núna bara að upplifa mikla óvissu og bara svona hvað mun framtíðin ber í skutt sér. Ég er nú svo mikill sósíalisti að ég er þeirra skoðunar að þegar að svona atburðir eigi sér stað, svona náttúruhamfarir eins og þessar, að þá eigi viðkomandi íbúar á slíku svæði ættu að geta fengið bara
lífið sitt eins og það var, einhvers staðar annar staðar, án þess að þurfa að taka upp veskið. Það bara, það sé eitthvað net sem að grípi fólk í slíkum aðstæðum. En það ekki verið að reyna alls ekki þannig í þessu tilfelli. Það ekki verið að reyna það svo það gangi hægt. Það bara langt í frá, sko, ég hef heyrt í mörgum grindvíkingum sem að, kannski komnir í húsnæði og svona, en það alls konar auka til kostnaður sem fellur til og þetta hefur verulega áhrif á fjárhag þeirra sem í þessu lenda og mér finnst að það ætti ekki að vera þannig. Alveg nóg sko bara áfallið sem slíkt að missa heimili sitt með þessum hætti og þú þurfur ekki að vera að punga út sko úr eigin vasa. Mér finnst að Ísland sem svona þetta velferðarsamfélag á náttúruhamfara svæði eigi að vera með þannig net að við séum ekki í þeirri stöðu að þurfa. Nú ég var nú að útskýra fyrir félaga mínum í Þýskalandi að það eða fyrir Íslendinga að rýma Grindavík svona svipað og fyrir Þjóðverja að rýma Frankfurt. Þetta þetta gríðarlegt mál ekki bara fyrir íbúna, þetta hagkerfið í heild, þetta reynir mjög á alla innviði hérna. Varðandi málmálana, ég að fá Jón Gnarr hingað til mín á eftir að ræða forsetakosningarnar, það styttist óðum í þær, þetta eru 3 vikur það bil. Hvernig svona, hvað tilfinningu hafið fyrir kosningunum? Ertu búin að gera upp hugðinn, hvernig þú hyggst styðja? Nei, ég þarf eitthvað að kynna mér þetta betur, það sem frambjóðendur hafa að segja, en ég ekki búin að ákveða og svona nota útilokunar aðferðina og hérna. Hvað eru margir eftir á listanum? Ekki mjög margir. 2, 3? Ekki alveg viss, þetta svo, ég þarf aðeins að kynna mér betur og bara hlusta á allir þessi viðtöl sem hafa verið tekin og hvað þau standa fyrir og svona hérna, mér svona ákveðin grunngildi mikilvæg, þannig ég bara þarf aðeins að sitjast yfir þetta, mér engin eitthvað svona vera standa rosalega mikið upp úr ef ég á að vera hreinskilin. Kemur þið greina að skila auðu? Já, aldrei, ég útiloka það aldrei. En þú, Frosti, þú eru búin að taka viðtöl við frambjóðendum? Já, ég búin að kynna mér þetta þokkalega vel og einlaglega hef ég ekki gert upp hugminn, ég segi það bara alveg eins og þetta ótrúlega áhugaverður tími til að vera kjósandi á Íslandi. Þarna eru margir frambærilegir frambjóðendur, það engin spurning að það eru margir sem vel geta valdið þessu embætti en það engin svona í mínum huga sem að svona rís langt upp úr öllum öðrum og þetta svona ég veit ekki, erindi margra misjafnt persónulega, ég skal bara segja alveg svo mér finnst erindi Arnars Þórs vera svona mest afgerandi þar sem að hann sker sig úr að hann ekki þessi globalisti sem er tilbúin til að kyngja öllu sem að hingað kemur frá alþjóðastofnunum. Ég finnst það virðingarvert. Mér finnst það bara að vera óbúslega hugrækt á honum. Þetta þessi skoðun skotspót góða fólksins í gríð og erg en hann er mjög ákveðinn og einlægur og heiðarlegur. Þetta samt ekki stuðningsyfirlýsing. Mér finnst Halla Tómasardóttir líka vera ótrúlega af þessum viðtölum sem ég hef tekið þar skein hún hvað skærast, hún alveg maður heyrir meira að talað þau 2 síðustu dagana. Já, þau eru náttúrulega að skríða upp núna í 5% eða eitthvað svoleiðis og ég er búin að vera að bíða eftir að þau myndi gera það eins að ég eiga þau séns? Sko, það getur raun og veru allt gerst, sko við sjáum að bara leið og öll þjóðin fekk að heyra í öllum, eins og það RÚV kappræðarnar eru náttúrulega þeir sem að dreifast best á landinu öllu og ég var til dæmis alveg samfærður það að fylgi Höllu Hrundar myndi tala ef hún fengi að tala við alla þjóðina eins að ég fæ á tilfinninguna þegar hún talar að það sé eitthvað óekta þarna, það sé einhver yfirborðsmennska og mikið æft og svona. Hún auðvitað samt eins og ég sagði, hún einn af þessum frambærilegu kandidatum sem gæti alveg vel valdið þessu embætti en það er eitthvað svona, það er eitthvað fráhrindandi við hversu mikið æft þetta og Baldur Þórhallsson snillingur, minn gamli kennari úr stofnanafræðideildinni, frábær kennari, vel að sér í alþjóðamálum og einn þeirra sem gæti líka vel valdið þessu. Mér finnst erfitt með forsetafrúna hann Felix að hann hefur í gegnum tíðina verið einn af þessum sem er með ábúðslega dómhörku gagnvart þeim sem eru annarra skoðunar en hann. Mér finnst það erfitt fyrir einhvern sem situr á Bessastöðum að vera slíkur einstaklingur. Ég bara segja það alveg hreint út, þó að það sé ekki endanlega, einhver dauðadómur yfir þessu framboði. Ég er ekki að segja það. Þetta truflar mann. Og já, svo eru
Katrín Jakobsdóttir auðvitað líka náttúrulega með sína reynslu og auðvitað getur hún gert þetta líka, en ég held að fólk að margir vilja frambjóðanda sem algjörlega ótengdur pólitíkinni, og Jón Gnarr til dæmis frábær kostur fyrir þá sem hugsa þannig. Ég held samt að hann ætti, ég vona að hann gerir það í viðtalinu hjá þér eftir, fara meira inn í gamla Jón Gnarr grínistan og bara leyfa sér að hafa gaman að þessu og fíblast meira. Það er sá Jón Gnarr sem við elskum öll. Nú Katrín kannski næst hér svona á pólitíska pendúlnum, hefði menn ekki gert ráð fyrir því svona fyrirfram að hún myndi vera með sterkari stöðu fyrst hún lét vaða? Ég gæti ekki hugsa mér að kjósa hana. Mér finnst bara hvernig hún hefur staðið þessu og einhvern veginn bara farið frá sínum störfum þar sem hún er forsætisráðherra og það embætti hefur alveg svona felur í sér vald til að geta tekið ákvarðanir fyrir þjóðina. Og einhvern veginn svona telja sig geta haft meiri og betri áhrif sem forseti ekki eitthvað sem að ég átta mig á, þannig ég persónulega geti alls ekki hugsað mér að kjósa hana. Ég verð að gefa þér það, Stefán, að viðtölum þín hérna í spursmálum hafa nú verið bara einn þau bestu til þess að fá svo almenningur geti svona átta sig á karakterum og hvernig þetta kemur fram og þú hefur orðið fyrir árásum vegna þessa að fólk vil meina að þú sett að gera slutræðar. Ég vil þá taka upp hanskan fyrir þessa. Katrín Jakobsdóttir fekk alveg sömu meðferð eins og allir aðrir, fekk mjög krefjandi spurningar hérna. Varandi Höllur Hrund, það er mjög áhugavert. Það er það sem að fólk rís upp hvað mest út af því, sko, það er skrýmsladeild Sjálfstæðisflokksins sem var farin af stað og blái trukkurinn og allt þetta. En þessar spurningar sem þú komst með þar, ég get ekki betur séð þegar til dæmis hún vísar hérna í 99 EHF sem er fyrirtæki sem hafa gert þessa fínu vefsíðu fyrir Orkustofnun. Og ég fór að skoða það mál bara sjálfur og ég sé ekki betur en að það sé annað fyrirtæki, Viska VF, sem fer nú viska.io, sem að stæri sig af því verkefni að hafa unnið þessa vefsíðu fyrir Orkustofnun og það sést inn í opna reikningum að þeir fá einhverjar 10 milljónir króna fyrir það. Þannig að ef 99 EHF fengið 7 milljónir fyrir vefsíðuna og Viska þá er þetta 17 milljón króna vefsíða, það er ansið vel í lagt. Það er eitthvað þarna. Það er eitthvað sem er ekki alveg eins og á að vera, ég vil bara segja alveg svo er. Ég þakkaði fyrir hrósið þetta persónulega, ég reyndar ekkert orðið var við þessar árásir sem þú nefnir, en það er nú annað mál, maður þykir svo illa með á samfélagsmiðlunum. En þetta eru mál sem við erum auðvitað að skoða og auðvitað þurfa fjölmiðlarnir að vera vakandi í þessum efnum og það er verkefni að... Þessar spurningar þínar, þú veist, fólk er brjálað yfir þú spyr þarna baldur út í einhverja kynlífsklúbba eða þetta er bara spurning sem er nauðsynlegt að koma fram. Baldur svarar því þá vel eða illa og hann gerði það bara vel í þessu tilfelli að mínum mati og þá metur almenningur það bara út frá því hvernig það kemur út og það er bara hollt fyrir alla. Nú sá ég ekki hennan þátt en svona allavega umfjöllun þetta fannst mér mjög sérkennilega að vera að spyrja út í hvar maður hefur jammað, skildi ég þetta rétt, sem ég staði einhvern veginn ekki. Nei, það er, ég hveti eins og aðra þá sem hafa gagnrýnt þetta, flestir þeirra hafa ekki hort á þáttinn, þannig að þetta er allt aðgengilegt á mbl.is og það skýrist mun betur í viðtalinu hvað við að vísa í og fréttir sem við fluttum upp úr því. Þannig að við höfum hafnað ásökunum það að vera með einhverjum óeðlum hætti að draga einkalíf fólks inn í umræðuna. Það er einfaldlega verið að velta vöngum yfir því hvort að það sé eitthvað í fortíð fólks sem að geti varpað skugga á embættið. Það getur verið einhver þáttaka í einhverju klúbbastarfi erlendis, en það getur líka verið embættisfærsla eða annað í þeim dúr eða skoðanir sem að fólk hefur lýst opinberlega. Við erum brunnin út af tíma. Jón Gnarr bíður eftir því að komast hér að við borðið, en ég þakka ykkur kærlega fyrir gott og áhugavert og líflegt spjall á þessum góða hausti. Takk fyrir að bjóða okkur. Sanna Magdalena. Takk fyrir. Hér eftir örfá sekúndur, Jón Gnarr að ræða forsetaembættið. Hvert skref skiptir máli. Frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota. Förum lengra. Hefur þú smakkað Opal Top? Silki mjúkur súkkulaði ís með saltri lakkrístífu sem fær bragðlaukana til að dansa. Vertu í top feeling með MSIs. Njóttu þess betur að grilla í sumar með Weber. Það jafnast einfaldlega ekkert á við það. Weber á Íslandi, weber.is.
Komið sæl að nýju. Hingað í spursmál upp í Hádegismóa komin Jón Gnarr, forsetaframbjóðandi. Við ætlum að ræða hér næstu mínúturnar embættið og það uppátæki hans að bjóða sér fram til embættisins. Velkomin Jón. Já, þakka kærlega fyrir. Og við erum að hittast öðru sinni. Við vorum á Ísafirði fyrir ekki svo löngu síðan. Einstaklega ánægjulegt. Skemmtilegu fundur. Já, mjög skemmtilegt. Já. Og margan átt mjög merkilegu fyrir mig, sko. Það var bara, já. Hvað, af hverju? Ég var náttúrulega að koma beint úr vinnu í litla rellu sem flög með mig vestur og það var eina leiðin til að koma þér. Ég veit það. Já. Þetta var bara og og í rauninni bara í smink og beint upp á svið og hitta fólk og gekk svona glimrandi vel, sko. Ég var smá stressaður, sko. Já. Þú átt það til? Já, ég svona, ég á það til, já, mikil ósköpmaður, þannig að, en það bara gekk allt vel og þetta var bara gaman og þetta var bara skemmtilegt og mjög upplýsandi held ég fyrir öll, sko, sem voru þarna. Þú segist að verið dálítið stressaður þegar þú kemur inn á Ísafjörð. Já. Nú erum við að gera kannanir okkar, prósentbittir kannanir vikulega á vettvangi Morgunblaðsins. Við vorum að mæla í fyrst í kringu 20%, núna ertu komin í tæplega 15%. Já. Það hlýtur að stressa mann sem að sækist eftir embættinu. Sko, stressa, það er óneitanlega ekki gaman, skilur, það er meira gaman það er ekki gaman að sjá Jón Hrynur, það er ekki gaman að sjá þá fyrirsögn, sko. En þannig er það bara og það er bara verkefni sem að ég er að takast á við og ætla að snúa og gjörbreyta þessari stöðu. Hvernig ætlar að gera það? Með bara ákveðinni svona strategi og aðferðafræði. Sko, við höfum líka sko verið að svona skipuleggja tímaramman í kosningabaráttunni og þetta er búið að vera svolítið löng barátta. Held ég miklu lengri heldur en aðrar fyrri kosningabaráttur og ég hef bara ekki haft tök á því að halda út í svona langri baráttu og ég held að sé miklu erfiðar og flóknar heldur en fólk kannski gerir sig grein fyrir. Þannig að ég vilja frekar hafa þetta stutta, snarpa og kraftmikla baráttu og hef þá frekar haldið aftur að mér. Þangað til núna og nú erum við að fara af stað með svona miklu þaulskipulagðari og betur mannaðari kosningavél heldur en áður. Sko, þú varst náttúrulega að klára leikritið fyrir norðan og reynda sunnan líka, Björk og Kors. Þú ert í stanslausum tökum á kvikmynd, er það ekki? Sjónvarpsþáttum. Þú ert að mæta 5 á morgnana í smink og ert að vinna fram á kvöld. Það er nú reyndar ekki fyrir 6. Ég er ekki að mæta fyrir 6. Þetta vakna 5. Já, ég vakna 5. En getur að halda þessa kosningabaráttu á þessum forsendum? Þyrftir ekki að helga þið baráttunum líka til þess að fólk tryði að þér væri alvara með þessu? Nei, ég á bara ekki þeirra að kosta völ. Ég er bara, minn raunveruleiki er að ég er sjálfstætt starfandi Íslendingur. Ég er ekki að vinna hjá fyrirtæki eða stofnun og ég bý mér til mína vinnu sjálfur og mín vinna er mitt eigið hugverk. Ég bý hana til úr engu í rauninni. Ég bara hugmyndir mínar sem kvikna í höfðun á mér og svo set ég þetta í einhvers konar framleiðslu og bý til pródúkt úr þessu sem er sjónvarpsefni, sviðsefni, bækur, útvarpsefni eða eitthvað og ég hef engin í þessum bransa þá er ekkert svona þessi möguleiki að setja hluti í pásu á meðan þú fer að gera eitthvað annað af því að þetta fylgir mjög knöppu framleiðsluferli. En getur unnið forsetakosningar þar sem allir eru alveg á fullu í kappinu við þig og þú ert bara á setti að leika eitthvað allt annan en þú ert? Mér finnst ógeðslega spennandi að prófa það, mér finnst það bara virkilega spennandi og ég vona að fólk virði það við mig og umberði það
að ég að vinna en ég líka að reyna að gera þetta og í því felst alls ekki nein óvirðing gagnvart þessu embætti eða öllu þessu ferli hreint ekki, en þetta bara mín staða eins og hún og Þú ert ekki að nýta þig baráttuna til að búa til, þetta ekki gjörningur svo að við bara orðum það beint? Nei, þetta engin gjörningur og bara staðan mín bara þessi, ég að taka upp sjónvarpsþætti, þetta er fjölþjóðleg sjónvarpsþáttaserja, þetta Þannig að þú býrð yfir alþjóðlegri reynslu? Já. Þetta sem sagt belgískir aðilar sem að framleiða þessa þætti ásamt í samstarfi við íslenska aðila og þetta löngu skipulagt og þannig að þetta bara staðan mín, ég ekkert plott, ég ekki að nota eitthvað til þess að kynna eitthvað annað og svona. Þú ert ekki að fíbla þjóðina? Nei, en svo ég líka bara þannig og líf mitt bara þannig og þegar þú ert sjálfstæður og stendur á eigin fótum og þarft alltaf að skoða næsta skref og hvað og hvað gerist ef ég tek þetta skref eða hitt skref eitthvað svona að þú veist, ég verð alltaf að vera með eitthvað B-plan. Þú varst kjörinn í borgarstjórn, vannst stór sigur í borgarstjórnarkosningunum 2010 þegar Ísland var í miklu upplausnarástandi eftir bankahrunið. Þú satt síðan í borgarstjórn og sem borgarstjóri í 4 ár, þannig að þú ert ekki ókunnugur kosningabaráttum eða að taka slægja þessu tægi. Nei. Þú vannst þennan sigur, þú satt sem borgarstjóri, af hverju ósköpunum bauðstu þig ekki aftur fram? Þorður ekki að leggja verk þín og störf í dóm kjósenda að þeim tíma loknum? Jú, enda var það alveg ljóst að samkvæmt skoðanakönnunum að ég naut mikils fylgis og svona töluverð ánægja með frammistöðu mína og störf. Ég var bara búin að klára þetta. Ég kláraði bara þetta kjörtíðanbil. Þú hefur ekki uppfyllt kosningaloforðin? Með íspjörnin? Já, meðal annars. Það er fullt af fólki í samfélaginu sem mjög ósátt við út af því máli. Já, ég vissulega reyndi þetta með íspjörnin en það var bara ríkið var bara ekki til umræðu það Það er íspjörn að Bessastöðum, reyndar bara feldurinn á honum. Já, ég veit það, en ég líka með hund sem að svona lítill íspjörn, Hvítur sefer? Já. Hvað heitir hann aftur? Klakki. Já, og mun hann fylgja þér á Bessastaði? Já, hann mun fylgja mér á Bessastaði og ég held hann verði gríðarlega sáttur þar og muni telja að hann eigi það allt saman skuldlaust og muni fara þarna landareignina og fylgjast vandlega með öllu. Nei, en síðan var það bara þarna á þessum tíma eftir borgarstjórnartímabilið að það var svo mikið af listrænum verkefnum sem að mér langaði til þess að fá tíma til að sinna. Að öðru, á borgarstjóra tímabilinu þá var þér leið á hálsi fyrir að framselja vald borgarstjóra að miklu leyti í hendur annarra. Dags B. Eggertssonar ekki síst, S.B. Blöndals, samstarfsmannsins líka. Margir töluðu að þó að borgarstjórin fái greitt fyrir það að vera framkvæmdastjóri borgarinnar, þá hafur bara alls ekki verið að sinna því. Það hefur verið á höndum annarra manna. Já, þetta er náttúrulega bara alrangt, og segja svona í rauninni bara anstyggilegt, vegna þess að halda þessu fram bara anstyggilegt, vegna þess að ég sinnti starfi mínu mjög vel. Þú sinntir í öðruvísi en borgarstjórarnir? Já, ég reyndi bara til dæmis að draga úr óþarfa pólitískum afskiptum af daglegum rekstri borgarinnar og síðan líka að nýta mér... Þú eftirlést þá bara embættismönnunum? Þú eftirlést þá embættismönnunum? Nei, alls ekki. Vegna þess að alltaf á endanum þá það ég sem tek ákvörðunina. Það undirskriftin mín sem á plagginu sem sagt í því sem gert Þannig að ég reyndi bara að eiga mjög gott samstarf við fólk sem að hafði menntun, reynslu og vonandi líka og helst áhuga á viðfangsefninu og fékk hjá þessu fólki lánaða dómgreind og upplýsingu og mér finnst þetta mjög eðlileg stjórnsýsla, það að segja að eiga samstarf við sérfræðinga eða embættismenn, það að segja fólk sem sérfræðingar á einhverju ákveðnu sviði
Og ég hef líka séð það þegar ég mæti á ráðstefnur, sko, svona norrænar ráðstefnur, að þá þá það augljóst að sú aðferðafræðin þar. Það að segja að það yfirleitt mikill her af, til dæmis eins og höfuðborgarráðstefnum svona mæta, mikill her af sérfróðu fólki, svo kallum embættismönnum. Sko. Ég ætla að fá að spila eina klippu hérna af fundinum á Ísafirði sem að tengir aðeins inn á þetta og út frá forsetaembættinu. Okay. Kíkja á það. Og það bara þannig, maður heyrir eitthvað og manni finnst það hljóma vel, svo hittir maður eitthvað sem hefur meira vita á því en maður sjálfur. Og maður segir, er þetta ekki bara brilljant? Nei, það held ég ekki. Og maður allt í hennu bara, og þá snýst ég á staðnum, sko. Forsetinn þjóðarleiðtoginn. Hann það sem menn kallar upp á ensku head of state. Þú lýsir þessu svona sér reynsluðinni úr borginni, að þú hefur látið embættismenn og þú hefur hlustað á embættismenn að fylgt þeirra ráðum. Mér finnst það bara fagleg stjórnsýsla. En það faglegt að snúast á punktinum þegar þú búin að hitta næsta mann? Hvað þú hittir svo annars sérfræðing hinum yfir horn? Snýstu þá annar hring í hinn áttina? Sko, nei, það er ekki svo einfalt, sko. En þetta er bara, finnst mér bara almenn skynsemi að vera opinn fyrir einhverjum rökum og upplýsingum sem þú hafðir ekki áður og stundum ertu bara í þeirri stöðu. Það kemur alltaf að því að þú þarft að taka ákvörðun og þið langar kannski að vera með meiri upplýsingar eða ítarlegri upplýsingar en það er kannski ekki kostur á því. Þannig að þú tekur ákvörðun byggða á þeim upplýsingum sem þú ert með hverju stundu og síðan hefðirðu kannski tekið einhverja aðra ákvörðun, hefðirðu verið með meiri upplýsingar eða fengið upplýsingar sem þú fékkst eftir og tókst ákvörðunina hugsanlega og mér finnst ég vil bara vera manneskja sem er opin fyrir rökum. En þetta ekki lýsing á bara veifiskatta sem að snýst eins og vindhæmi? Nei, bara alls ekki. Mér finnst þetta bara eðlileg og heilbrigð skynsemi að taka rökum og ég til dæmis bara, þú tekið sem dæmi, ég er alinn upp af mjög vinstrisinnuðum föður. Pabbi minn var mikill kommunisti. Og ég er alinn upp í mikilli andút gegn herstöðinni í Keflavík og aðild Íslands að NATO og svona. Og alla tíð hef ég svona einhvern veginn haft horn í síðu NATO eða það við séum í NATO eða eitthvað svona. Og þetta var ekki legið vel í mér. Síðan með innrás Rússa í Úkraínu, ekki bara krímska, heldur inn í Úkraínu, þá áttaði mig á því að ég hafði bara rangt fyrir mér. Þú búin að hafa rangt fyrir þig bara í 50 ár? Já. Það er dálítið langur þú ég veit það, en mér finnst bara mjög gott að geta verið manneska sem get viðurkennt að ég hef haft rangt fyrir mér í einhverju og tekið aðra ákvörðun eða haft aðra skoðun. Hvernig lítur þá á málskotsrétt forseta? Hvernig hyggstu beita honum og við hvaða aðstæðu gerist það? Það er í rauninni tvíþætt. Ef að til dæmis Alþingi hygðist samþykkja lög sem að væru í andstöðu við þjóðina og stór hluti þjóðarinnar myndi skila undirskriftalista til mín sem forseta. Hvað kallar þú stóran hluta? Það er í rauninni erfitt að segja. Það fer svolítið eftir í með hvað hættu undirskriftalistinni gerður á hvaða forsendum. Þetta er gert gegnum Ísland.is sem er gert með rafrænu skilríkjum. Duga 50.000? Ég myndi telja það, já. En það er náttúrulega... En 40.000? Ég veit það ekki. Ef ég fengi svona undirskriftalista afhentan, þá myndi ég skoða það mjög vandlega og ég myndi gera það sem ég hef gert og ég myndi ekki fara inn í einhvert herbergi á Bessastöðum og loka mig þar inni og hugsa máli og koma svo út og tilkynna hvað ákvörðun ég hefði tekið. Heldur myndi ég bera þetta undir fólk sem hvers dómgreind ég virði
og taka sig hann ákvörðun í framhaldi af því og ég ekki hræddur við að taka erfiðar ákvarðanir. En sjáðu, tökum nú dæmi af það sem að málskotsréttinu var beitt af hvað mestu harðfylgi. Það var í Icesave-deilunni í kjölfar hrunsins. Þú manst þessa tíma vel, jafnvel og ég. Allir sérfræðingarnir meir og minna í háskólasamfélaginu og þessi létu hæst sögðu við þjóðina það verður að samþykkja þessa samninga annars verður Kúba norðursins og önnurins þvæla vall yfir þjóðina á degi hverjum. Einmitt. Ert þú með einhverja aðra sérfræðinga í huga heldur en nákvæmlega þetta fólk sem að lét hvað hæst í því máli og var ekki að ráða þjóðinni heilt þegar upp á stað? Nákvæmlega. Ég á mjög erfitt með að segja það eða fullera eitthvað það. En ég mundi bara, og þetta alveg rétt sem þú segir, það voru gríðarlega margir sérfræðingar sem að ráðlögðu að skrifa undir þessa samninga og þarna bara þú veist, þetta bara svona eins og alltaf skilur, þú tekur einhverja ákvörðun og svo hún og svo bara hefur hún sinn gang, hefur sínar afleiðingar. Þú borgarstjóri á þessum tíma, tókst þú þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni? Ég kaus sem sagt með því að samþykkja þetta. Í bæði skiptin? Man það nú ekki, bæði skiptin. Já. Þetta voru 2 þjóðaratkvæðagreiðslur. Já, ég held það alveg pottet. Ég var alveg fullviss að það væri það rétt að gera. Ertu á þeirri skoðun að það hafi verið rétt ákvörðun eða hafði þjóðin rétt að standa? Þjóðin hafði rétt að standa. Ég hafði rangt fyrir mér þarna. En hefðirðu vísað samningunum? Hvað segirðu? Fyrst þú samþykktir samningana? Já. Hefðirðu ekki bara sagt þegar þingheimur ræður þessu, þetta bara fjármálagjörningur, samningur milli 2 eða 3 fullvalda ríkja, menn verða bara að sætta sig við það? Nei, menn eru sem forseti? Já. Já, nei, þarna var náttúrulega undirskriftalisti sem að In-Defense-hópurinn var búinn að skila til forsetans, þannig að... Það alveg klárt að þú hefði vísað þessu í þjóðaratkvæði? Já, ég held það bara, ég held ég geti alveg fullir það, já. Sama með fjölmiðlalögin 2004? Ég veit það ekki. Það er langt síðan. Já, en þú veist, ég þekki þessar aðstæður ekki nógu vel til þess að geta sagt til það eða fullyrt það. En þessar forsendur sem ég gef mér, það er að segja undirskriftalisti eftir ákveðnum forsendum eins og gegnum Ísland.is eða eitthvað svoleiðis, og síðan í annan stað, ef að Alþingi ætlaði að samþykkja einhver lög sem væri kannski ekki andstöðu við vilja þjóðarinnar og væri kannski ekkert mikil andstaða hjá þjóðinni við. Mér finnst þetta mjög ólíklegt scenario. Ef það væru lög sem gengju gegn við sannfæringu mína og siðferðiskennd, til dæmis þetta banna alfarið fóstureyðingar eða takmarka réttindi fólks eftir kynþáttum eða kynhneigð eða ef Alþingi ætlaði að taka aftur upp dauðarefsingu á Íslandi eða eitthvað svona, þá myndi ég synja því undirskrifta. Nú hafa málefni fóstureyðinga borið á góma hér við þetta mál. Ég hef rætt við Katrínu Jakobsdóttur sem að nýlega léta embætti forsætisráðherra. Hún var þeirri skoðun að heimilegi fóstureyðingar alveg fram að því að börn verða fullburða á 42. viku. Hver er þín ástæða til þess þegar þú segir að þú myndir tala gegn fullkomnu banni við fóstureyðingum? Telur einhver mörk liggja í hinn áttina? Mér finnst þessi lög sem við höfum í dag þungunarrof, mér finnst þau mjög skynsamleg. Hvað myndirðu gera ef að þingi myndi setja ný lög sem að heimiluðu fóstureyðingar alveg fram að fæðingu barns? Það fyndist mér það fyndist mér ekki eðlilegt. Og ég myndi þurfa að velta því vandlega fyrir mér og leita álits hjá fólki. En gengur það gegn þinni eigin sannfæringu? Þú trúir á Guð, er það ekki? Við erum komin á djúpu miðin. Djúpu lögina, leggur á djúpið. Þú trúir á Guð, er ekki? Þetta er gríðarlega viðkvæmt mál. En þú trúir á helgi lífsins, svo ég umvorið spurningu? Já, ég geri það. Þarna skar ég þig úr snörunum aður? Já, nei, en ég myndi
sko, í þessu tilfelli myndi ég leita álits hjá fremstu sérfræðingum í læknisvísindum og aðalega í fæðingalækningum og meðgöngu, kvensjúkdóma, mér finnst svo sérkennilegt orð að kalla fólk sem að vinnur við að svona sinna lækningum kvensjúkdóma, en ég myndi leita ráða hjá þeim. En mér finnst þetta sérkennilegt, viðhorf og kannski ef einhver myndi setjast niður með mér og útskýra þetta fyrir mér, þá myndi ég fá einhver rök í þessu, ég bara hef ekki heyrt þau. Það býður síns tíma. Ég hef verið að spurja frambjóðendur hér út í bakgrunn þeirra út frá því hvernig þeir geti máta sem embættið og hvort það sé eitthvað sem að komi í veg fyrir að þeir geti sinnt skyldum sínum með viðunandi hætti. Ég ætla að spila hérna eina litla klippu sem við þurfum að ræða í kjölfarið. En ég kominn að skemmta mér, ég vona að enginn nauðgi mér. Já, ég kominn að skemmta mér, á ég kannski að nauðga þér. Nú hefur embætti forseta virkað dálítið þannig, ekki síst í seinni tíð, að ólíkir hópar hafa getað leitað ásjár forsetans í ýmsum málum. Forsetinn verndari ýmissar hreyfinga, ekki síst fólk sem á undir högg að sækja. Er viðeigandi að, og þetta fyndið? Er það fyndið að gera grín að kynferðisofbeldi? Grín, sko, má gera grín að einhverju og má ekki gera grín að einhverju öðru. Það má gera grín að öllu sennilega, en spurningin er, getur það sæmandi fyrir einhvern sem gerir grín að fara síðan og bjóða sig fram til forseta? Geta þolendur kynferðisofbeldis leitað ásjár forsetans, þau treysti sér til þess þegar þau áttu að segja því að þér finnst það fyndið að nauðga fólki á þjóðhátíð? Þetta grínatriði, það felur ekki það í sér að mér finnist fyndið að fólki sem nauðga. Það bara fjarstæðukennt, sko. Þessi bútur sem þú ert að spila, þetta hluti af litla laginu sem í tvíhöfða, þar sem við erum að nota hérna súrrealísku aðferð til að búa til eitthvað á staðnum. Þetta í rauninni spunni. Og þannig að... Og engin betri í því en þú og Sigurjón. Já, nei, takk fyrir það. Og þetta það er engin ásetningur í þessu. Þetta er bara í rauninni viðstöðulaust orðflæði sem kemur upp úr okkur í takti, upp úr mér í rauninni. Sigurjón spilar bara lagið, ég syng það. Þú tekur alla ábyrgð á þig, en er þetta ekki hluti sem að sker í eyru fólk sem að hefur orðið fyrir þessu? Það á ég erfitt með að ímynda mér og ég held að flest fólk, ég hef gert svo margt í gríni sem þú gætir útlagt á þennan hátt. Ég ætla að taka aðra klippið. Það er bara... Tökum eina enn. Já. Við neyðum sennilega til að kalla á mongolítan. Þetta er bara... Þið kalla nafn mitt. Já, það er rétt, mongolíti. Það hefur verið framið morð, en við getum ekki leyst það. Getur þú hjálpað okkur? Já, ég skal hjálpa ykkur, já. Sérðu einhver verksummerki? Verksummerki, já. Nú? Þetta er verk eftir Abraham Superman, er það ekki? Jú, ég kom ekki í nálægt þessu. Er þetta ChatGPT sem gerði þetta? Þarna, þú veist, ég er alveg búin að vera undir þetta búinn. Sem sagt að ég er látin horfast og ég er búin að gera það svo margoft að horfast í augu við eitthvað grín sem að ég hef gert og hvort að í því felist einhver óvirðing eða lítilsvirðing gagnvart hinu eða þessu. Er ekki óvirðing falin fólkin í þessu gagnvart fólki með Downs-syndrom? Nei, það tel ég ekki og og það er líka bara sem sagt, við verðum að athuga og hafa það í huga varðandi grín, að grín er grín. Þetta er ekki eitthvað sem þú ert að segja í alvöru. Grín er ekki alvarlega meint.
En myndu þá leggja þetta grín á hilluna sem forseti eða ætti fólk vona svona í áramóta ávarpi eða við önnur tilefni þar sem forsetin kemur fram? Sko, þetta er bara lítið brot af öllu því gríni sem að ég hef gert ævina. Gríðarlegt höfundaverk. Já, og ég þetta leitaði kannski að svæsnustu dæmunum. Þú ert að grafa upp þarna. Ég meina, ég vissi alveg að sko, Þú er ekki hugmyndu. Það er algjörlega opna skjöld. Nei, ég vissi alveg að kæmi að því að ég erði látin spurður út í þetta og ég hef margoft þurft að gera það og í þessu felst engin lítilsvirðing og þannig að, og þetta er líka á ákveðin hátt, margt af þessu eru börn síns tíma, margt sem að sko, ég hef gert í gríni sem að ég mundi ekki gera í dag, bara því að það er breytt þjóðfélag sem við búum í, ég er bara öðruvísi maður og Náttu það eftir áhrifum woke-hreyfingarinnar? Nei, þú veist, þetta er bara grín er bara svo mikil hluti af því efni sem að samfélagið hverju sinni er búið til eða ofið úr og grín er leikur af því efni sem samfélagið er ofið úr sko, ég man til þess að mér var leið alveg gríðarlega hálsi fyrir eitt skets fyrir mörgum árum sem var hvað á að gera við afa og sem sagt að fara með afa bara eitthvað og skjótan og það var mörgum sem fannst þetta einmitt vera óvirðing við gamalt fólk þarna var verið að vegsama ofbeldi, skotvopn og eitthvað svona og ég er bara ekki sammála þessu þú veist, Þetta var alveg skelfilega fyndið atriði Þetta er mér fyndið og hefur elst vel Já, þetta hefur, en í dag þykir þetta ekki svona ræðilegt eins og þetta þótti þá og það er bara, þú veist, með grínist og það er líka annað að vera grínisti skilur, til þess að vera virkur og svona áhugaverður grínisti þá þarftu svolítið að spila á grensunni Ég ætla að fá að taka eitt dæmi Já, ætla að fara að spila annan skets Nei, nú ætla ég að sína ljósmyndaður Já, ok Já, nú ætla að taka einu ljósmynd Þetta eru öllu léttara Ok Gaman að vera hérna Þetta er falleg mynd sem við eigum hér í safni Þú ert borgarstjóri á þessum tíma Þetta er á Gay Pride, þeir eru miklu gleðigöngu sem að setja mikið svip á borgina á hvernig tíma og mér langar bara til að spyrja, þetta er eiginlega tæknileg spurning sem borgarstjóri gerði þetta eigum við vona því ef þú verður kjörinn forseti að þú munir með svipuðum hætti taka þátt sem forseti Íslands í baráttugöngu af einhverju tagi sem þessu eru önnur mörk á þjóðhöfðingjanum heldur á borgarstjórunum hvað þetta varðar? Nei, ég held að ég myndi alveg gera það Þú myndi gera þetta? Ég sé ekkert að því. Þannig að það er forsetavagnin á sem forseti þá langar mig ekki bara að vera áhorfandi á hliðarlínunni í lífi þjóðarinnar heldur fullur þáttakandi í svona viðburðum. En mun fólk bera þá virðingu fyrir forsetaembættinu og svona þeirri upphafningu sem því óhjákvæmilega fylgir ef að þú... Af hverju ætti ekki að gera það? Ég er að spyrja hér. Nei, já, ég er ekki viðtalið hjá þér. Ég sé enga ástæðu til þess að fólk ætti ekki að bera virðingu fyrir embættinu þó að forsetinn klæðis í drag. Ég sé enga ástæðu til þess og mér finnst þetta líka vera kjarninn í því sem íslensk þjóðarsál að við erum einstakar og óvenjulegar manneskjur og við erum óhrædd við að sýna það og það er líka svolítið ástæðan fyrir því hvað við vekjum bara sem fólk aðdáun út um allan heim að því við erum svo einstakar manneskjur og Skrítin? Við erum skrítin, við erum öðruvísi, við erum svona hvað maður að segja meiri aðlögunarhæfni heldur en margar aðrar þjóðir eins og nágranna þjóðir okkar við erum mjög fljóta að laga okkur eftir breyttum aðstæðum og við erum svona einstakir karakterar Íslendingar og mér finnst þetta að vera hluti af því að sýna okkur sem einstakar óvenjulegar manneskjur
sem sko til gleði og uppbyggingar. Nú ert þú að halda út í daginn og áframhaldandi kosningabaráttu, upptökur annað. Ég tók eftir því á Twitter og víðar að þú ert að grátbiðja fólk fjárframlög til baráttunar. Ertu desperat? Hvað vantar þér mikla pening? Hvað vantar eyða miklum peningum í baráttuna? Sko, ég var búinn að svara þessu. Ég svaraði þessu sem þetta þarna RÚV. Ég held að við séum búin að safna eitthvað milli 3 og 4 milljónum. Það dugar enga með til Nei, ég ímynda mér að þessi barátta muni kosta okkur kannski 10 milljónir. Ég ímynda mér, ég veit það samt ekki. 10 milljónir? Ég ímynda mér það, já. Og það er sko stór hluti af því að náttúrulega auglýsingar og ferðalög landið. Nei, ég alls ekki desperat. Mér finnst þetta bara skemmtileg leið til þess að byggja. Þetta svolítið svona, þetta er ákveðin taktík ákveðin húmor sem að verður til í tvíhöfða, að við höfum verið, sko, ég hef verið að grátbiðja fólk að hlusta á þáttinn og það við gerum í hverju viku hér í spursmálum. Ég var að grátbiðja ykkur að hlusta á þáttinn ef þið eru ekki að hlusta, sem er líka svo gaman vegna þess að þú ert bara að tala við fólk sem er að hlusta á þáttinn. Þannig að þetta er í rauninni bara sem ég finnst vera skemmtileg leið að segja, þú veist, ég grátbiðja ykkur, og það er líka svolítið svona sko, svona slagur sem að ég er að fara á stað með í kosningabaráttunni, þar að ég grátbið fólk að kjósa mig. Og mér finnst þetta bara skemmtilegt. Þannig að nei, ekki desperat, bara alls ekki. Þetta er búið að ganga rosalega vel. Ekki samkvæmt könnunum? Ég meina, sko, það er ennþá, ég er að, sko, fallir fara heill, skal ég segja. Við tökum svona léttla dífu og svo skótustu upp, skilur, bara eins og skíðastökkpalli, skilur. Þetta er þannig, sko. Við fylgjumst náið með þessu, Jón. Ég óskar að sjálfsögðu góðs gengis af þeim 3 vikum sem lifa baráttunni og við hlökkum til að fylgjast með þér eins og öðrum frambjóðendum á vettvangi. Þakka kærlega fyrir, takk. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudag. Við verðum hér að viku liðinni, eflaust með efni tengt forsetakosningunum, en ekki hvað. Verið sæl.